Komið sæl og velkomin. Ég ætla að fara yfir skákir úr fyrstu umferð á Íslandsmóti kvenna. Ég byrst forláts að það hafi ekki náðist í gær. Það var eitthvað vesen hjá mér tölvuna. Það verðist að koma í lag, þannig að við skulum vona að það haldist. En ég ætla að skoða skákir í fyrstu umferð og það eru 7 keppendur. Það er keppa alla við alla og það þýðir að einn situr hjá hver umferð. Í þessari umferð satt Jóhanna Björg hjá og nú byrja á skák hjá Hrund Hauksdóttur og Úlker Gasanóvu. Hrund hafði hvítt og það var síkilega vörn og Hrund var í svo kallu Grand Prix árás F4 og Úlker velur koma biskupnum snemma út af B7, svona uppstilling sem algenga móti lokar síkilega vörn. Sjáum til dæmis Hjörvar beita þessu skáka móti Jóhanni á Íslandsmótinu sem Jóhann vann með hvítu en Hjörvar var Íslandsmeistari. Þetta er C6 biskup G2 og já, það hvítur stillir þessu upp svona, þá erum við eiginlega komin með lokað síkilega vörn nema þetta peð er yfirleitt hér í þessum stöðum en við komum hinga. Þannig svona aðeins aggressívar uppstilling hjá hvítu og líklega spurning hvort að vandra svart byrji hér. Rittarinn fyrir E7 og þetta er F5 að sjá þessi rittar ákveð marga riti. Þessi rittar allir teknir og það þýðir þessi biskup kemst ekki út. Ef biskupinn kemst ekki út er ekki hægt að hróka og það er kannski hægt að hróka langt en það er svolítið varasamt líka. Þetta er enda peðsform í hvítum en þetta er svona tiltölulega hættulítil peðsform. Úlker tók F5, leik B4 svona til að fóra því að lendi rittari D5 eftir að tekur F5 tekur hún F5. Það hvíti fær svolítið svona fórskotið lífskipan og kongurinn er fastur með borðinu. Nú kemur rittari G5, setur á hann rittara og þessi F7 rittari er mjög varasamur bak við það. Rittari H6 valdar núna en biskup F4 kemur mann út með tempói. Svarta þarf að bregðast við árás á drókninguna, leikur D6 hvítur langar að drepa en þá kemur leppun, þannig að Hrund leikur fyrst kongur H1 fýtt svona, já, ef kalla maður svona öryggisleikur bara og nú úrspurning hvernig svarta á að bregðast við. Það er náttúrulega onni svarta myndi vilja leika biskup B7 en hróka, jafnvel langróka en þarf að valda þetta peð á C5 fyrst. Þannig að þetta er D4 Hrund ítir þessu rittar í burtu og tekur hún E6 skákar A4. Við sjáum að biskup C6 núna væri afleikur vegna það má ég vel taka það eða leika rittar F6 fyrst og taka svo C6 og vera onni hér. Þannig að Úlker þarf eiginlega að hreyfa kóngin drókning D7 það er að drepa það og drepa svo C5 sýndu ykkur það til dæmis, það getur verið að sé eitthvað betra en þetta verðist nú vera alveg þokkalegt fyrir hvítan. Búin að jafna peðin og með biskupari mögulega hægt að finna eitthvað betra en það en kongur fyrir D8 og nú er það svo lærið með konginu miðborðinu og hrókarinn ekki tengdir þannig að hvítur ástanda mjög vel Rittari G5 var mjög svona, já, freistandi leikur en kannski þetta líka tvöfaldarinn á F-línunni drókning H4 og nú hvítur bara ná peðinu tilbaka þannig að jafnt að liði en svarta stendur eftir með svona erfiða liðskipan og ég hvítur hótar líka rittari með D5 stöðinni sýnist mér og eftir þennan þá kemur rittari G4 og tvöfaldar á drókninguna og fellur mikið og hvítur mann niður. Eftirleikurinn auðveldur herjaði bara átt að hápeð vann það og hvítur það bara svona að laga mennina og þá er þetta hápeð og mikið. Við sjáum það hér og Úlker gaf þessa skák. Næsta skák er hjá yngsta keppandanum sem er Batel hún er unga árum en komið með svona ágætis keppnisreynslu og hefur farið á 2 ár mót ungmenna og ég hef farið með henni á bæði og hún er skemmtilega, hún er með mikið baráttustelpa og hún teflir henni við Tinnu Kristínu sem er sterk en kannski svolítið æfingarlaus. Við sjá hvernig það gengur. Það er síkilega líka hjá þeim síkilega í báðu skákunum svo hinga til en kemur biskup G7 spurning hvort að svarta ekki að leika D5 bara reyna að koma við fyrir það að hvítur fái það sem hvítur fær bara miðbákspeðin skuldlaust og líklegast að svarta að leika D5 svona til að reyna að herja á þessi peð en eftir þetta að þá svona verður hvítur eftir svolítið með
þessi peð svolítið þægileg og það er jafnvel spurning hvort að hvítur eigi að leika hérna bara H3 aðeins að koma fyrir þessi biskup komist út og halda þessum miðbáspæðum setja svo biskupan út, hrókera og hvítur hafa gott rými en Battle verður að skáka hérna, það var uppskipti og teflir þetta svolítið blott áfram hún er svolítið svona teflir upp á svona straight forward svona dansku og það er kannski ekki þessi staðan kallað á hér því að nú hvítur búin að taka á stakt peð hérna D4 og skipta upp á biskupum þannig að ef að hvítur færi ekki eitthvað svona haldbart í næstu leikjum og þá situr hvítur uppi með svona bara peðaðeg líka hún leikur hann biskup F4 þetta er H5 og hérna fer hún í ykkur aðgerð D5 vissulega gaffalli hérna hefði notað fylgja eftir dreif með peði vissulega er hún í hérna dreifið á dreifið en það er hægt að skjóta inn í að dreifa hér og tablið eftir svona að vera nálægt því á jafnvægi en eftir þetta er dreifur að þá tapar einfallega hvítur þessu peði hérna D5 verður að forðað biskupnum og svartur var peði yfir fyrir ekki neitt og í raun það góð peðast að það sterkur biskup að svartur stendur nánastu vinnings sjá hvað gerist, er þetta tilbaka hérna og hérna A6 var kannski ógætilegu leikur því að nú er hún hérna E6 og þetta er A4 og allt í einu er komin ógn hérna komið með einhvern massívan gaffal sem er að eiga við en tinnaleikur hérna hrókur sér 2 og hérna gat hún leikið dróning C7 sem leppar hann riddara en leikur dróning D8 sama hugmynd en munurinn er að frá C7 valdar í hrókin þannig hérna nær Battle að leika skemmtilegum taktísku leik setur á hrókin og nú veit ég ekki alveg hvað gerðist hjá hérna tinnu hún veitir bara að leika hrók C8 eða annarkvæmt hrókin og valdað og tapa skiptum tabla heldur áfram en hún leikir hérna hrókum B8 og skilur hrókin eftir honi það var hérna að kaupa B6 vissulega fara hann hérna smá tilbaka en hún er núna 2 skiptum undir vissulega með peð upp í en það er einfallega ekki nóg við leggjum stigin saman þá er þetta 7 stig á móti 10 þannig að svartur er eiginlega mann undir en því vil það gefast upp hún er að B2 en svartur vil ekki drepa því að þá myndi þessi hrókur virkja strax eftir auðskiptin en eitt gott úr svartastöðuna kongurinn verður mjög örgur hér og tinnu tekst svona virkja mennina Batlerinn er alltaf dronningur hérna og skipti upp en tinna vill það ekkert og nú fara mennir svona aðeins að vera virkir hann rittir F3 og hugmynd okkur H3 og nú sjáum við að hérna nú fyrir hann alveg að hóta máti hérna jafnvel spurningarskjótin H4 hann leikur hér og hóta máti H4 kannski fyrst hefði verið álitlegu leikur nú kemur G3, dronning F3 og nú fara hann allt inn upp eða á B2 af því að þetta er drepið tvisvar þá er hún í hér í lokin þannig að, jú, nú er svona aðeins að vænkast það á svart fyrir hennar peð upp í þannig að nú er hún bara svona 2 peðum undir eða 2 stigum en er með svona mjög sterka peðastöðu og frí peð hérna þannig að ýmslega geti gerst erfitt fyrir hvítan svona að virkja mennina, virkja hrókana og hérna kemur afleikur vinnu skiptaminn tilbaka, 1 skiptaminn þannig að nú er svartur bara skiptaminn undir og hvítur ekki tíma til að drepa þetta þessi róni og komið valda frípið hérna hvítur að skipta upp, svartur vill það ekki og hérna komið þessi smá sens fyrir hvítan af því að þetta er ekki góð leikur biskupinn stendur illa af því hann styrkir ekki þetta peð hérna nú gæti hvítur leikir dronning C5 sem dæmi ef að svartur skilur þetta peð eftir róni þá höfum tíma til að drepa það af því að það er aldrei að leika C2 af því við stýðum ekki peð, við vinnum það þannig að dronning C5 var svona síðasti sens hjá Battle til að gera eitthvað hún sér það ekki og það var að kaupa hérna og nú er ekki að drepa á F5 því að biskupinn styður við peði hann hvítur kemur með kongin og hérna virðast að hafa sami jafntefli erfitt sagt hann að gera eitthvað þegar kongurinn kemur hérna yfir þá mun hvítur bara að leika hér og það er ekki að rekja inn í burtu og ég hef nú samt reynd eitthvað á svartan kannski setja kongin á D5 reyna að leika E4 svona sjá hvað hvítur gerir svo sem ekki mikil hætta fyrir svartan en jafntefli samið eftir svona sveiflakenndarskák kíkja nú á hérna þá skák sem maður kannski fyrirfram á eftir maður staðtekli þetta er stigahæsti keppandinn Lenka hún er ég held 13-faldur Íslandsmeistari búin að vinna 9 eða 10 sinnum í röð og hún er með svart á Liss og Liss og Jóhanna eru svona næst
er í öðru og þriðja sæti í stegum og Tinna líka hann nálægt. Já, þessar þrjár svona, já, ætti að vera það sem að geta barist fyrir lenku. Við sjáum hvað gerist í þessari skák. Það er síkilega vörn en einu sinni og lengateflin er svo kallega kanaðabreiði, biskup E2, þetta er 5-6 og þetta er C3, gefur henni að kosta þessari leppun. Ég held að það sem þessi algengast að leika bara biskup D3 strax í staðan fyrir biskup E2, koma mönnum þannig út. Lengan er henni að leika D5, oft talið að það er svartur nær að leika D5 að þá sé svartur nánast búin að tabli og hérna verður kaup og E5. Ég held að svartur eigi að koma mönnum út hérna, bara leika þetta í C6, biskup E6 dróning eitthvað, haldi þessu peði hérna. Ég var að setja svona losarölu leikur, svona losarum reyti fyrir hvítan og yfirleitt tala ég mikið með þess að kappa blanka reglu, hafa peði á svörtu reit og biskupin á hvítu reit, þannig að fannst þetta eitthvað svona mögulega orkan tvímælis en sjáum til, biskup C4 sem hvítur er fljótur að koma mönnum út, þannig að bara þessi leikur E4 kannski tefur svartan svo til lífskipan. Hrókur D1, hvítur er búin að tvöfald á délunni, allir menn úti, hvítur stendur eitthvað betur, bara út af liðskipan. Skiptir henni upp reytanum á B3 sem kannski ekki gera mikið. Það var líka kannski hægt að fara strax inn á D7. Sýnur reyndar ekki fljótubræði hvað, já, jú, það var hægt að leika hrókur D8 því að róni hérna í borðinu, þannig að þetta er D4, hvítur fær hérna allraðisvald yfir délunni. Þá kom þessi leikur E3, fær hérna smá mótspil, ef við drefum þetta þá róni hér. D7 var auðskipti og hvítur stendur ennþá eitthvað betur, það komið hrókur á 7, það pressa hérna F7 með mörgum mönnum. Lýsa ákveður að lofti borðinu hérna fyrst og nú er spurning hvort hún er að auka pressuna leika hrókur F1, biskup D5 kom til greina líka, hrókur C7, nú leikur hann hrókur D4 og þá sleppur lenka hérna út í endatafl og held ég að þurfi ekki að ágjöra miklu. Hvítur gat reynt hérna hér, en þetta er mjög áhættusamt og kannski erfitt að sjá. Þetta er biskup E4, þetta er hættur þetta svartur út á þessu og svo G5 mátótanir. En hvítur virðist geta drepi hérna á F7, drepi svo E4. Komum svo biskupin hérna tilbaka, valda allt, valda beisinn, hóttar að vinna peð. Það er jafnt á liði og hvítur ætti ekki að tapa þessu og kannski ykkur að sensa að tefla til vinnings. Allavega samkvæmt apparatunni, svo kvöldlega átölunni. En listleik hrókur D2 skiljanlega leikur komið upp fyrir skákina hér. Það verður kaup og þetta ætti að vera réttumislegt. Svona sjá hvað gerðist, það verður kaup á biskupum, hróksend tafl jafnt á liði. En peðin ekki samhver, þannig að báður geta búið til frípeð, hvítur á drottningavæng, svartur á kóngsvæng. Þannig að lenkar einni hérna komum peðinum áfram og list líka. Svartur virðist vera aðeins undan hérna, en erfitt að komast áfram. Við sjáum að Liss, hún skákar hérna alltaf þegar kóngurinn kemur nær, býður bara á þetta, skák og núna er hún að einfalda hérna. Var ekki að leika F3 af því það var peð onni, þannig að kom þessi leikur og við fáum þetta peð hérna. Mústandi svartur örlítið betur af því að kóngurinn er nær hérna átakasvæðinu, getur kannski reynda að komast í þetta peð hérna og reynir það. Hvítur fyrir mótspil, valdar, skákar og hrókur B6 og þetta var ekki góð leikur. Hér er hægt að halda áfram að skáka, það er líka hægt að leika hér og hugmyndin er einfaldlega að valda þetta, koma svo með kóngin og þegar svartur fyrir í árásina þá fyrir við aftur hérna frá G4 og G7 og sækjum að þessu peði og reynum að koma svo með kóngin. Hrókur B6 er einfaldlega tapleikur, þetta er hrókur C6. Það má ekki fyrir kaupina því þá dreifir svartur tilbaka og bara getur öll peðin. Svona og eftir kóngur E3 þá verður kaup hér og hvítur er á sinn. Kóngurinn kemst inn, B5 og ja, kóngur D4 var líklega ekki leikið. Hvítur hafi gefið, eftir kóngur C3 kemur kóngur hér og peði fellur og svartur vinnur auðveldlega. Það er mikill seiglusigur hjá lenku og það er oft svona í þessum endatöflum sem að skilur á milli og það var tilfellið núna. En já, þetta er fyrsta umferð, sterkur sigur hjá lenku, góður sigur hjá Hrund og mikið barátt í jafntefli hjá Patel og Tinnu. Og já, ég ætla að reyna að hafa þetta eftir hverju umferð og vonandi að tölna sér í lagi hjá mér núna og við sjáum síðar. Takk fyrir.